Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Það eyðileggja þetta. Skulum bara hafa þetta stittra aðeins núna, ef ekki að stitta þetta? Nei, þurfum ekki þetta. Hvað segir Dabbi? Þetta er þitt lag? Já, þarna, nú aðalparturinn að koma. Þarna. Þetta er gott. Það held ég... Dabbi Dúhopp! David Dúhopp, Davíð Gunnarsson, framkvæmdastjóri Dúhopp, hjartalega velkominn. Takk fyrir. Til okkar, nú ertu mættur hérna til að veita okkur aðhald. Ertu forstjóri eða framkvæmdastjóri? Ég kýs nú frekar framkvæmdastjóri, sko. Framkvæmdastjóri. En fólk er eitthvað svona að meina það stundum að ég ætti að vera forstjóri. Já, er þetta ekki orðið forstjóri þegar þú ert komin með framkvæmdastjóra sviða undir þig, eða? Er það ekki svona... Jú, þá er þetta orðið eitthvað vandræðilegt að þetta sé svona, já. Einmitt. En já, framkvæmdastjóri eða forstjóri, annarkvort, bara hjartalega velkomin. Við líka fórum fram og tilbaka með þetta í þættinu. Það voru náttúrulega fullt af nýjum ráðningum í hvað, lok ársins í fyrra? 22. Já, við réðum slatta í fyrra, já. Og svo var ein held ég af þeim að fara, Ingunn, passa ekki? Passar. Hún var COO. Já. Herru, þá er ég ekki með fleira. Það er rauninni bara rekstrarstjóri eða svona, eða ekki? Já, eða ekki. Við kölluðum hana framkvæmdastjóra rekstrar og þá þurfti ég að vera forstjóri í fyrsta skipti. Já, einmitt. Já, nákvæmlega. En ertu þá orðin, verður ráðið í staðinn fyrir hana? Nei, ekki beint. Ekki í sömu stöðu. Nei. En hún bara ábyrgð á til fjármálum, þannig að líklega þurfa ráðið í slíka stöðu. Já, akkurat. Og hvar eru þið núna? Eru þið ennþá í Nóatúni eða? Nei, við vorum að flytja í annað tún, Katrínatún. Já, einmitt. Og það er þá hvað? Gamla váhúsið eða? Já, það sem var byggt á það sem var rifið. Já. Það er hérna nummer 4, hlýðin á skattinum. Já, alltaf mjög gott að vera hlýðin á skattinum. Já, þið eru ekki fyrir ofan þau? Nei, skattinum fyrir ofan okkur sem sé með frá sjó. Já. Og við erum hérna á milli Höfðatorgsins og skattsins. Ok, ég skil, já. Er það sem bókun var eða? Þetta er súrskrifstofa. Já. Þið eru nú ekki slæmum höndum þarna. Frábært húsnæði. Ég vona að þið verðum með betri nýtingu samt. Já, eru þið ekki að ná að fullnýta þetta? Þetta er mikið space. Þetta er mikið space. Gott útsýni og þetta var ekkert sérstök nýting hérna. Sindri veit að því, en það er bókum flutt. Já, en þið eru í vaxtafasa. Já, við erum á kannski, aðeins annar fjöldi. Við erum hérna með svona 55 manns cirka að jafna því. Já, allt Íslandi er? Já, allt á Íslandi? Þetta er, 55 á Íslandi, svo eru svona tæplega 20 í viðbót. Smá concentration í London, en annars á víð og dreif. Já, ok, svona remote office. Já, við erum með hybrid sem er, það hefur kost og galla. Já, er það þá bara rekus hér og þar eða? Já, við hefum notað það, við notum líka í London notum við Soho Works sem er mjög skemmtilegt. Er það einhver keppinutur þá eða? Já, svona svipað. Það byrjaði sem Soho House sem eru svona fancy hótel og kaffihús einhvers staðar, en þeir eru með Soho Works sem eru svona gríðarlega hipp og cool skrifstofur. Okay. Við erum með í Shoreditch og það er svona þegar ég kem þangað klæddur í gallabuxur og skyrtu þá er ég eins og hálfviti. Hvað áttu þá að vera svona víðum hippabuxum? Já, þetta er hipsterar. Þetta eru bara hipsterar fyrir langt út fyrir það sem maður á að venjast. En svona auðgefingahippar eða hippar? Nei, svona authentic sko. En samtalið fólk sem á pening. Það er alltaf besta blandan. Authentic en eiga pening. Heyrðu, eigum við að grafa eitthvað í mannin? Já, eða ekki, svona aðeins að renni við format, tökum formatið, kynnast Dabba Dúhopp. Ertu kallaðu Dabbi eða? Bara af okkur? Já, það er ekkert margir sem kalla mig Dabba, það eru nokkrir í vinnunni og nokkrir vinnir mínir. Móðir mín er hins vegar bara afskaplega mikið á móti. Já, þetta er með mæður og vil ekki gælu nöfnin sko. Þannig að það er Davíð. Kynnumst þér, förum síðan aðeins yfir Dúhopp og segjum okkur frá því og hérna svo máttu endilega, ertu með á blaði? Ég sé reyndar ekki blaðið, en ertu með í kollinum? Vorum einhvers staðar út að skýta í þættinum? Manstu það? Nei, alls ekki, sko. Þetta er kannski bara það og það er partur af þessu, er svona þess að fara yfir hvað Dúhopp er í dag, sem er kannski aðeins breiðara heldur en Íslendingar hugsa sko. Já, það er nefnilega bara í grunninn, munur á því að fara á dúhopp.is og .com. Já. Förum við það eftir. Já. Manninn, hvaðan ertu? Ég er bara á Reykjavík. Já. Humble eðlilegur Reykjavíkingur af malbygginu. Og hvað, Vesturbænum eða? Já, gaman að segja það, að því að þar er nú, pabbi minn er þaðan, þannig að ég er svona íþrótta árum mínum
sem voru nú ekki mikil afrek þó en þar ég þeim út í KR en alltaf búið kannski aðeins svona austar í bænum ok og hvað, þú veist, skólaganga varst eitthvað að braska þegar þú skrakki akkur ertu framkvæmdastjóri Dúhopp í dag eitthvað sem þú gerðir á yngri árum benti til þess? Nei, ekkert svo mikið Varstu farin að selja flugmiða svart þarna í já, bara þegar ég var við 9 ára aldur Nei, það var ekkert mikið að svoleiðis Ég var bara svona frekar venjulegt barn Flutti aðeins til Bandaríkjanna þegar ég var í grunnskóla og það hafði mikil áhrif á svona restina af lífinu Fór aftur þangað svo í hluta af háskóla Hvar í Bandaríkjunum það? Í Vesturríkjunum Annars vegar í Wisconsin og svo í Iowa okay. Hvað varst að læra þar? Þegar ég var í Iowa í háskóla þá var ég í raun og veru fór ég bara 1 ár í skiptinám og ég var í háskólanum heima byrjaði í starffræði og svo tölvunarfræði og svo hagfræði og fjármál og það er kannski til að svara af hverju ég framkvæmdastjóri Dúhopp það er svolítið bara þessi blanda svona tech og business er ágætis blanda og þú veist ef við förum þú ferð þá hvað í MR fyrst þú ert vesturbæingur Já, vel gert, já, hann smá klapp eða mér fyrir að og síðast þegar við fengum emmering þá var Gummi sem heimkaup hann neymdroppaði Bjarni Ben og Þorsteinn Víglunds voru með honum í bekk Ert þú með einhverja þingmenn sem voru með þér í bekk? Já, nei, ég er ekki með þingmenn og því síður, ég hugsa jú Teitur Björn Einarsson, hann er Sjalli Þeir hafa með mér Hann helvits emmeringarnir maður Þetta er ekkert nema framkvæmdastjórar og þingmenn Við þurfum að vera konum með sér hnapp bara fyrir Sjalla Þetta er svona drykkjuleikur fyrir þá sem er að drekka og hlusta á hana þátt ef við tölum Sjalla átt að fóðu sopa En ok, MR og svo HÍ, ekki satt? MR og HÍ, þetta var bara svona beinn og breið og það er svona eiginlega svarið við Vasta Braska það var bara nei, þetta var allt bara svona straight and narrow þú veist, sem að var eftir á að hyggja líklega ekki það sem ég hefði átt að gera en er búið að færa mig það sem ég er í dag það sé úr dag, úr sáttur miklu meira það Og hvað ár eru að tala Við spyrjum nú ekkert aldur en þú ert í háskóla hvenar? Ég er 43 ára, svo ég fættur 1980 Og ert þá í HÍ Byrjaði í HÍ 2000 Þetta var allt eitthvað, ég fjall ekki í MR úr menntaskóla þetta var allt bara svona, eins og ég var með bundi fyrir augun sko. Skemmtilegt Og hvað ferðu að gera eftir útskrift? Ferðu í mastersnám beint líka? Nei, alls ekki En og rétt að taka það fram að það er engin útskrift Nei, það er engin útskrift, nei, ok Bara slatti af námi Býttu, eru að tala um menntaskólan eða háskólan hér? Já, háskólan Ég er útskrifaður úr mennta og sem betur fyrir Og var engin útskrift þá? Jú, en sinns ég, svo fór ég í háskólan var í svona nokkru mismöndi fögum en ég er ekki með gráðu Nei, alvöru, dropout Alvöru tech founder CEO Klappa það Aftur klapp Fundu við þú veist Og þú ert að áttur erut með að finna þig bara í þú veist Ég byrjaði, kom úr MR af eðlisfræðideild, þannig ég fór í starffræði sem var alltaf tómt rugl og svo, en starffræði með áherslu tölvunarfræði af því ég hafði alltaf áhuga að forrita og ég var búin að vera að læra það og sjálfur bara og svo fór ég aðeins yfir í tölvunarfræði og svo var ég svona, fyrsta sumarið eftir fyrsta ár þá var ég að vinna það að forrita og ég hugsaði, þetta er ekki fyrir mig Hvar varst að vinna? Það heitir bara í næsta húsi við það sem við erum, í Heiðarsmáranum, handtölvur Já, sem heitir núna Handpoint í dag og frábærir strákar sem að reka það ennþá og var úrslega gaman en það að sitja út í horni með headphone og forrita var ekki mitt og það er svo sem ágætt að uppgöta það bara eins flottum að getur en alltaf hef ég samt áhuga á því og það hjálpar mér ennþá í dag að hafa forritað og við gerum það reyndar ég og einn félagi minn eftir Mentó þá stofnuðum við okkar eigin fyrirtæki og vorum að gera vefsíður og búið til vefumsjónarkerfi árið 2000 sem var fólk sem var í tísku þá heldur betur En svo fór ég, í háskólanum var ég formaður stúdentarráðs og kláraði það, ég var náttúrulega í vöku Ég man aldrei Röskva nei takk Hvernig var þetta aftur? Vaka, er það ekki svona meira Vaka er ekki borga fyrir bílastæðin Röskva er við viljum borga fyrir bílastæðin Hvað er pólitíkin í þessu? Hvernig þetta er í dag? Þetta fer á milli póla og milli áratuga sko. Já Ég meina öll stúdentapólitík er í eðli sínu vinstri pólitík Það bara gefur auðvitað og þar er eiginlega ekki og mitt var alltaf þetta er ekki pólitík, þetta eru bara hagsmunir nemend stúdenta og þeir ættu að vera sameiginlegir
alveg hvoru megin sem hún liggur Einmitt. það ætti enga að breyta en þá fór ég kláraði það var heilt ára eða kosningabaráttur og alls konar svo fór ég skiptinámið, kom heim og byrjaði að vinna hjá Kaupþingi og það var það sem ég gerði eftir HÍ og býttu hvað, erum við að tala um hvað 2005, bara beint inn í kortir í hraun svona þú veist, þetta uppgangurinn svona fyrir alvöru að byrja þú veist, það var hann 2001 til 5 einhver svona fítnar, svo 2005, 6 og 7 náttúrulega menn byrjar að borða gull á þessum tíma? Já, heldur betur Varst þú í því það? Borðaður gull einhvern tímann? Nei, ég var ekki í því en þú veist, ég byrjaði í greiningadeildinni eins og margir gerðu kom inn þar og kom út úr svona með hagfræði og eitthvað á bakinu og byrjaði í greiningadeildinni, ég var þar í nokkra mánuði og svo fór ég í eiginviðskipti sem bara fjárfesta fyrir peningabankans í hlutabréfum og skuldabréfum í einhverju öðru en sjálfu sér þá eða? Já, stundum en ég er enda búin að bera vitni í 2 dómsmálum þannig að ég ætla ekki að fara ofan en já, það var hérna í upphæðast 2006 26 ára hafði ekki hugmynd neitt bara skuggalegt en með alveg ágætis heimild til að fjárfesta í hlutabréfum fyrir peningabankans og hvað erum við að tala um? Varstu bara að taka ákvörðun upp á kannski einhverjar 100 milljóna á dag? Já, ég var með heildarheimildi mín var 2 milljarðar og mátti gera það sem ég vildi innan þess en það tók alveg nokkra mánuði að komast þangað en hérna það var svona, já Máttur þú vera að gíra þig og allt? Nei Já, sko, bankin náttúrulega gíra sig banki gíra bara sem sér en það var ekki gírun í því sem ég var Nei, þú veist bara með 2 hjarta og það var bara svona þitt play money Og voru þetta, þú veist, voru þetta einhver afleiðuviðskipti þannig inn í líka eða? Þetta var allt bara pure equity bara í Skandi, bara Danmörk, Svíþjóð Einhver skemmtileg trade sem þú manst eftir? Já, það var alltaf gaman af því að það var early, það var hérna félag sem ég voru mikið að hugsa sem var Vestas Wind System sem voru framleiða hérna vindmyllur sem orðið miklu meira gig í dag en það danska? Já, sem held ég í ólgur sjó núna út af því að það ekkert að ganga upp í einhverjum vindmylluverkefnum í Bandaríkjunum sem þeir voru að veðja á Ég held að þetta sé mjög nýlegt sko en skemmtilegt Og var það einhver, þú veist, 10x var það 10x fjárfesting? Já, það voru oft svona þú veist, stundum var að taka bara nokkra daga play þú veist, yfir uppgjör sem maður hafði confidence fyrir og eitthvað svona og það var stundum alveg fínt sko en svo líka tapa peningum En hvað, voru margir með þér í þessu eða? Já, við vorum í eiginviðskiptum lengst af þarna á þessum tíma vorum við 8 og þetta var náttúrulega viðskiptavakt og allt íslenska dótið sem og bæði hlutabréf og skuldabréf afleiður og síðan erlend hlutabréf og þessi hópur við nú nýbúin að hittast hérna 5 úr þessum hópi heldum ennþá saman Allir bara á Kvíabryggju í dag? Já, sumir náttúrulega ángríns fengu auðvitað dóma í kvöldtísmálinu og svoleiðis og sem auðvitað hræðilegt og hérna Gerum ekki grín á því, ég dreif til bara Ég er með sterkar skoðanir á því en við skulum láta það liggja með þetta en þetta algjörlega frábær hópur, þetta var stórkostlegu tími það var hérna, þetta var 2006 og 7 svo þetta fór að hallunda fæti hérna, þú veist, við köllum toppinn á markanum sumar 2007 sem var svona early kall sko, þannig séð og Þið voru bara búin að gera upp ykkur þarna, heyrðu þetta er bara Já, ég meina, bókin var bara tóm við bara áttum ekki neitt og svo þurftum við að eignast svolítið, þannig eins og þegar á leiðinni niður Þannig að þetta var frábær tími og þetta var bara, þú veist, á sumrin hérna mæti vinnuna 6:50 á mótnana koma bara svona nánast beint af B5 og þú veist, bara fá sér hambúrgar í morgumat og 4-faldan espresso og bara rock on Þetta hefur verið djöfis tími maður Þetta var gaman Við elska að heyra svona sko. Þetta er líka, mér líður eins og við séum að tala við svona hina hliðin á peningnum og því að Daði Kristján sem var hjá HF ég var að vinna með hann var hjá, hvað hétta, Icebank Icebank segja okkur eiginlega nánast sömu sögu sko, bara hent út í sami tími En þið voru það ekki hann var náttúrulega í miklu minni sko, þú veist, hann var með rosalega ábyrgð mjög ungur þarna sko, sem að þú vissulega ert líka sko. Þú veist, þetta er stór banki hérna, en það hefur aldrei hittað fraftur út í bréfin eftir að treyta á þeim sæt sjálfur? Nei Ekkert eitthvað hérna shorta EasyJet eða langur Ryanair eða aðalega shorta Nei, ég er bara í þú veist, það þarf sérstaklega ætlar að vera að pikka hlutabréf þá þarf orku og fókus ég er bara með dúhab akkurat Voru þið á þóknunum, þú veist, í þessum eigin bréfum? Nei, ekki persónulega Það voru bara bónusar til þessu ári Og manstu svona cirka ávöxtuna? Varstu góður í því sem þú gerðir á þessu tíma? Ég, sko, eins og með allt annað sem að ég svona
kannski tek mig fyrir hendur, það bara að kafa onni það, skilja það í botn, þú veist, vera með eitthvað kerfi, þú veist, vera með einhverja reglur, allt þetta, því að þú veist, leið þú fyrir að nota magan mikið í hlutabrifum, þá ertu náttúrulega svona líklega bara átt. Já, sérstaklega mægi sem á 4 sinnum espresso og hambúrgar í morgumat, sko. Já, það getur verið vissinn. Eða hjálplegt. Já, gott að hafa einhvern ramma, sko. Já, maður þarf alltaf að vera með ramma og hérna, ég hefði örugglega ekki orðið góður í, en ég meina ég var bara vitlaus. En hvernig fer í gegnum hrunið? Varstu rekinn þá eða hættirðu eða? Sko, kortir í hrun, þá, sem í ágúst 2008, þá hætti ég í misskiptum og fór í fjárfestatengsl. Fyrir, og sem var, eins og við köllum upp á 4., sem var group level function. Þannig að í hruninu þá bara sjálfkrafa misti ég vinnuna. Fékk reyndar hanga inn í svona mánuð sko lengur en þegar stóra uppsóknin var hérna í október. Það var í nóvember eitthvað svoleiðis og þá var mér sagt upp byrjun nóvember, sem var þetta frábær lífsreynsla, það er rosalega gott að hafa verið sagt upp. Þráttur, þetta voru sérstakar aðstæður og allt það, en það er samt gott. Og að því það var einhver annar sem fekk að halda vinnunni en ekki ég, sko. Það var frábært. Og svona nokkrum, svo byrjaði ég hjá Dúhopp þá í lok febrúar 2009. En þessi uppsögn, hvernig var þetta? Var bara bankastjórinn og þú varst komin í þetta group level, tekur á tal? Nei, þetta var minni sem var í raun og veru forstöðumaður fjárfestatengsla. Já, þannig þetta hefur ekki verið tölvupóstur eða e-mail, nei, svona stórt Skype símtal eins og var í fyrra. Var það nú ekki þannig hjá Landsbankanum? Bara yfir hrun, með minni það, ég manna ekki. Þá var þetta eitthvað svona vídeo bara sem fólki var bara tilkynnt. Já, fyrri uppsögnin eða sko fyrsta uppsögnin, stóra uppsögnin var þannig að þetta var bara ég. Þú bara kallar á fund og hann var bara, hei, ég er búin að reynda en ég þarf að klippa hérna. Sorry guy. En þú tókst á kassan og respekt. Já, það var fæn. Og hvað gerist svo? Labbar hann í Dúhopp bara? Já, svo þetta bara í nóvember og ég var nýbúin að kaupa mér íbúð þannig rétt fyrir hrun, sem var frábært. Og á japanskum jenum Já, það var 100% jen og Sviss. Shit. Og hvernig spilaðist þú svona láni? Það er ennþá, við skulum segja að láni er ennþá til að hluta. Það var náttúrulega, þú veist, þetta var ástand, sko. Því að japanska jenið þrefaldaðist í rauninni frá lægsta upp í hæsta punkt, sko. Með við gengi krónunar, sko. Þannig að þetta var verið gott hús. Áttu heima þetta ennþá í daga? Nei. Ég enda, svo náttúrulega, kynst ég konunni minni sem er konan mín í dag og við þurftum að finna okkur, þú veist, við þurftum að komast í betra húsnæði sem var pláss fyrir börnin og allt þetta og ég seldi þetta í botninum hann 2010. Þannig að það var ansi stórt gat á milli kaup og söluverðs. Já, það var svolítið gat, það voru 5 milljónar á milli kaup og söluverðs, sko. En svo var líka rosalegt gat á milli söluverðs og ég var að segja lánanna. Höfustóls lánsins. Það er ansi bratt. Þetta verður brútal. En þú hefur komist heil og höldn út úr þessu? Svona þannig séð, ekki þurft að fara í stenda enn í lappinu. Ekki gjaldþrot, ekki persónulegt gjaldþrot eða annað. Það eru stórkostlegt. Ég er ekki að segja lánið sér stórkostlegt. Ég nefnir ekki að Dúhopp, við verum meira þetta er bara partur af þessu, þetta er bara lífið, sko. Þú bara tekur þetta á kassan og heldur áfram. Við elskum að fá að heyra af svona reynslum, sko. En svona reynslan í dag eins og inn í Dúhopp, eru þið eitthvað, þú veist, ertu hræddu við að vera mikið öðrum gjaldmiðlum upp á fjármögnun og fleira eða? Nei. Meira confident eða? Já, ég meina, það er náttúrulega eins og í Dúhopp, við erum auðvitað með innlenda fjárfesta sem hafa verið lengi með félaginu, sem eru svona prívat fjárfestar og svo erum við með nýsköpunarsjóð sem kom inn fyrir 2008 sennilega fyrst og sem er fyrir mína tíð og svo erum við með núna svona stærstu hluti fjármagns sem eru erlendi fjárfestar sem við fengum fyrst inn 2020 í COVID. Sebarnir. Góð saga, SEP. Það er skosku kódbætunir eða ekki? Jú, akkurat. Það má kalla það. Og svo núna á þessu ári skuldabréf sem er líka euro-denominated en náttúrulega allar tekjurnar okkur í erlendri mynt. Og það er frá BlackRock. Þeir stóru. Já. Ég er að spá, þú ert að labba inn í Dúhopp núna. Já, 2009. Já. Tökum eitt af hverju fer í HF í einhverja mánuði? Já. Hvernig gerist það? Góð spurning. Og svo langar með að spóla aftur tilbaka og taka Dúhopp tímabilið. Já. Ég byrjaði í Dúhopp 2009 og í lok árs 2012 þá fekk ég þetta, þá komu strákarnir sem voru í HF og sögðu viltu koma og vera með okkur. Var það Halldór Freyrik sjálfur bara?
Kæru hlustendur, já, það nóg eftir að þessum þætti. En til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.